Komið sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvars þáttur minn sem auðvitað alltaf til hægri. Þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst hefur verið kynnt sem atkvæðagreiðsla það hvort hefði eigi að nýju viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Látið að því liggja að engar skuldbindingar séu fólgnar í því að hefjast handa við aðildarviðræður aðeins sé verið að kanna hvað sé í boði. Þess vegna sé það skynsamlegt af kjósendum að veita ríkisstjórninu umboð til að ganga til samninga aðild Íslands að þessu ríkja bandalagi. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur og Ingu Sæland vill að þjóðin veiti þeim umboð til að hefja viðræður án þess að nokkuð liggi fyrir hvað felist í slíku umboði. Sem sérkennlegt því ef ætlunin að ná árangri ekki gengið til samninga án þess að hafa sett ákveðið markmið. Engin ábyrgur samningamaður leggur af stað án þess að vita hvaða niðurstöðu hann getur sætt sig við og hverri hann verður að hafna. En valkyrjur ríkisstjórnarinnar forðast að upplýsa markmið stjórnarinnar og engu líkara en í hugum þeirra sé eðlilegt og skynsamlegt að hefja samningaviðræður án þess að nokkur viti hvert ferðinni sé heitið. Þessi nálgun stenst hvorki pólitíska né stjórnsýslulega skoðun. Samningsmarkmið ekki einhver minniháttar formsatriði sem á ákveða síðar eða eftir því hvernig mál þróast, þau eru forsenda þess að hægt sé að semja af festu og af trúverðugleika. Aðeins þannig geta kjósendur átta sig á því hvaða hagsmunum ríkisstjórnin telur ekki sé hægt að semja eða gera málamiðlun. Á þeim grunni verður kjósendum kleift að meta hvort veita eigi þá umboð sem eftir leitað. Og spurningarnar markmiðin í sjálfu sér einfaldar, þó svörin kunni að flækjast fyrir ríkisstjórninni. Hvaða markmiðum ætlar ríkisstjórnin að ná fram í aðlögunarviðræðum við Evrópusambandið? Hvaða hagsmuni á að verja og verða taldir ófrávíkjanlegir? Við hvaða niðurstöðu verður ekki unnað? Og hvað gerist ef þeim markmiðum verður ekki náð? Hvaða áhrif hefur það á samningsstöðu Íslands þegar forysta Evrópusambandsins átta sig á að ekki meiri hluti á Alþingi fyrir aðild Íslands og ríkisstjórnarflokkarnir ganga ekki í takt í þessu máli? Telur ríkisstjórnin full og óskorið yfirráð Íslands yfir fiskimiðunum vera ófrávíkjanlegt skilyrði? Verður viðræðum slitið ef sameiginleg sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins reynist ekki samrýmast þeirri afstöðu? Og hvað með aðrar auðlindir? Hvaða breytingar leggur ríkisstjórnin til að gerðar verða á stjórnarskrá til að hægt sé að ganga inn í ríkjasambandið? Framsal frekara löggjafarvalds ásættanlegt og ef svo hvaða framsal? Hvernig hyggst ríkisstjórnin standa vörð fullveldi Íslands ef þessum markmiðum verður ekki náð? Hvaða áhrif hefur hugsanleg aðild að Evrópusambandinu og samskipti við mikilvægar viðskiptaþjóðir sem standa utan sambandsins, svo sem Kína, Indland og Bandaríkin og Japan? Eitt ljóst að fríverslunarsamningur við Kína fellur alveg örugglega úr gildi. Hvaða áhrif hefur það? Hefur ríkisstjórnin lagt mat á hvort og þá með hvaða hætti Evrópusambandsaðild breyti samskiptum Íslands og Bandaríkjanna, ekki síst í varnar- og öryggismálum? Stenst varnarsamningurinn við Bandaríkin
aðild Íslands að ríkjabandalaginu. Allt eru þetta spurningar og þær eru raunar fleiri sem ábyrg ríkisstjórn ætti að svara áður en hún biður þjóðina umboð til að hefja aðildarviðræður eða aðlögunarviðræður við Evrópusambandið. En í stað þess að veita svör eru búin til innantóm slagorð. Já til að sjá, sem Evrópusambandssinnar hafa fyllt sér undir, lítið annað en pólitískur útúrsnúningur. Það þarf enga þjóðaratkvæðagreiðslu til að sjá hvað Evrópusambandi býður. Reglur sambandsins liggja fyrir. Aðildarskilyrðin liggja fyrir. Sameiginlega sjávarútvegsstefnan liggur fyrir. Skipan stofnana sambandsins liggur fyrir. Kröfur innleiðingu regluvers liggja fyrir. Það sem ekki liggur fyrir eru markmið íslenskra stjórnvalda. Annars merkilegt að fylgjast með nýjustu röksemdafærslu margra þeirra sem harðast hafa barist fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið á undanförnum árum og áratugum. Eftir að tala fyrir aðild, enda þar sem því haldið fram að í boði sé meiri velmegun, stöðugri gjaldmiðill, lægri vextir, meiri áhrif og allt regluverk og almennt bjartari framtíð, halda Evrópusinnar því fram nú í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að nauðsynlegt sé að kíkja í pakkan og sjá hvað sé í boði áður en tekin sé afstaða til aðildar. Sem sagt fólkið sem var samfært hér áður telur núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar nauðsynlegt að kíkja í pakkan. Slagorðið já til að sjá snýst því ekki upplýsingar Evrópusambandið. Slagorðið hluti af blekkingaleik Evrópusinna og ríkisstjórnarinnar til að samfara kjósendur, eða minnst okkur reyna að samfara kjósendur, að veita skuli ríkisstjórninni óskilgreint og opið umboð og leið að treysta því að valkjörurnar 3 útskýri síðar hvað þær hafi ætlað sér allan tíman. Þannig öllu snúið á hvolf. Björn Bjarnason fyrrverandi ráðherra hefur ítrekað bent á að í lýðræðisríki eigi stjórnvöld að útskýra fyrst hvert þau ætla og óska síðan eftir umboði þjóðar á grundvelli þess að meirihluti þings standi þar að baki. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var í viðtali í dagmálum Morgunblaðsins fyrir rúmu ári. Björn rifjar upp þetta viðtali í dagbókarfærslu 20. júní síðastliðinn og skrifar meðal annars á heimasíðu sína. Þar talar forsætisráðherra digubarkalega að hún ætla að semja af styrk við ESB og búa þannig hnútana að Ísland verði svo aðlagandi í augum ESB að ómótstæðilegt sé, má álykta af orðum hennar. Tímasetning þjóðaratkvæðagreiðslu ESB verði ákveðið með hliðsjón af þessu. Og nú hefur tímasetningin verið ákveðið og það leyti sem ríkisstjórnin boðaði að til hennar yrði gengið 29. ágúst 2026, sagði Kristrún við Ríkisútvarpið að hún ætlaði að selja Ísland fokdýrt í viðræðum við ESB. Selja Ísland fokdýrt í viðræðum við ESB. Þetta það eina, skrifar Björn, sem vitað samningsmarkmið forsætisráðherra. Hún setur á sig snúð þegar hún spurð nánar út í áform sín. Þá látið þannig af ýmsum að afstaða Kristrúnar sé ætt við það sem heyrist frá ráðherrum Flokks fólksins þegar þeir eru spurður hvernig þeir ætli að haga atkvæði sínu. Þá tóka ráðherrarnir til við að tala í véfréttastíl sem þeir ferst flestum illa. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, situr uppi með atkvæðagreiðsluna fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og sá grunur magnast að bæði innan stjórnarliða almennt og hennar eigin flokksmanna sjáum en sífellt betur að þetta sé pólitískur svanasöngur hennar, hvernig sem atkvæði falla. Það treysti sér engin lengur til að fylgja málflutningi hennar eftir, ekki lengur
heil brú í honum. Og svo mörg voru þau orð Björns Bjarnasonar. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra forðast að ræða hvaða markmið, ef nokkur, hafi verið sett í hugsanlegum viðræðum. Þess í stað ráðist að þeim sem spyrja, þeir sakaðir hræðsluáróður, vera einangrunna sinna og varðmenn sérhagsmuna. Andstæðingar aðildar eru sagðir hræddir við breytingar og fastir í fortíðinni. Það er sem sagt farið í mannin en ekki boltan. En slíkur málflutningur, eins og við vitum öll, yfirleitt merki rökþrot og jafnvel litla samfæringu fyrir málstaðnum. Það er ekkert óeðlilegt við að ræða afleiðingar pólitískra ákvarðana áður en þær eru teknar. Í rauninni mætti halda því fram að það sé nauðsynlegt, enda forsenda upplýstrar umræðu og ákvarðana töku. Ef þjóðin á síðar að taka afstöðu til aðildarsamnings, hlýtur hún einnig að eiga rétt á að ræða hvað það þýðir að hefja sjálft aðildarferlið og í hverju umboðið felst sem óskað er eftir. Aðildarviðræður er ekki fræðileg rannsóknarvinna. Þeir eru pólitísk ákvörðun að stefna að aðild. Að baki þeirri ákvörðun eru allir stjórnarflokkarnir þrír, ekki síst sá sem segist í orði vera á móti ESB aðild. Traust er ein af mikilvægustu forsendum þess að þjóðaratkvæðagreiðsla verði upplýst og sanngjörn. Þess vegna skiptir máli að stjórnvöld gæti fyllstu nákvæmni í upplýsingagjöf sinni, en það hefur því miður ekki verið raunin. Undanfarna vikur hafa komið fram dæmi oftúlkanir og rangfærslum og niðurstöðu sérfræðingaskýrslna, einkum gjaldmiðlamál. Þegar stjórnvöld gera sérfræðingum upp niðurstöður sem þeir hafa ekki komist að, grafa þau undan eigin trúverðuleika, ekki aðeins í Evrópumáli, heldur ekki síður í öðrum málum, svo sem efnahagsmálum og ríkisfjármálum. Sama gildir þegar því er haldið fram að Ísland hafi nánast enga möguleika til að hafa áhrif innan EES, þrátt fyrir opinberar úttektir sína annað. Upplýst umræða byggist á staðreyndum en ekki pólitískum þægindum eða því sem mönnum þykir betur hljóma í anda málstaðarins. Og svo kemur þessi fráleita samantekt, eða hvað á að kalla það, samkeppniseftirlitsins á verðlagi matvöru á Íslandi og í Evrópu. Sú samantekt kastar rýrð á þá stofnun sem á að sinna eftirliti með atvinnulífinu, en er orðin hluti af þeim blekkingaleik sem er í gangi þar sem bornar eru saman epli og appelsínur. Samkeppniseftirlitið heldur því fram að verð á matvöru sé 55% hærra en í Evrópusambandinu og þar með er málið útrætt í hugum Samkeppniseftirlitsins. Litið er framhjá tekjum og kaupmætti, líkt og Konráð Guðjónsson hagfræðingur hefur bent á. Þegar tekið er tillit til ráðstöfunartekna breytist dæmið hressilega. Matarkarfan er 40% lægri á Íslandi en í löndum Evrópusambandsins sem hlutfall af ráðstöfunartekjum á mann. Svipaða sögu er að segja af öðrum liðum neyslukörfu vísitölu neysluverðs. Þegar tekið er tillit til ráðstöfunartekna á mann í hverju landi fyrir sig, skipar Ísland sér á meðal þeirra Evrópulanda þar sem matarkarfan er ódýrust. Þótt það komi sjálfsagt ekki öllum á óvart, hlýtur það að vera sérstakt áhyggjuefni fyrir almenning að ríkisstofnun, í þessu tilfelli eftirlitsaðili, skuli taka þátt í pólitískum blekkingaleik með þeim hætti sem Samkeppniseftirlitið gerir. Þá er stofnunin ekki lengur óháð, heldur gerandi í pólitík og allar ákvarðanir þess, upplýsingar og rannsóknir verða að skoðast með það í huga. En á lokum þetta. Áður en landsmenn veita ríkisstjórn umboð
eiga þeir rétt á að vita fyrir hverju er veitt umboð. Þeir verða að vita hvaða hagsmuni ríkisstjórnin ætlar að verja, hvaða skilyrði hún telur ófrávíkjanleg og við hvaða niðurstöðu hún muni ekki una. Það dugar ekki að segja að ætlunin sé að selja Ísland fók dýrt, enda er landið ekki til sölu og verður aldrei til sölu. Lýðræði byggist ekki á því að kjósendur gefi út óútfylltan tékka í þeirri von, en þeir fái síðar nánari upplýsingar hvað fólst í tékkanum. Lýðræði byggist á hinu gagnstæða. Stjórnvöld útskýra fyrst hvert þau ætla og á hvaða forsendum þau hyggjast semja. Þá og aðeins þá er óskað eftir umboði. Og þá geta kjósendur velt því fyrir sér hvort það sé skynsamlegt að veita slíkt umboð. Þess vegna snýst þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst ekki að sjá eða kíkja í pakkann. Hún snýst að kjósendur geti tekið upplýsta ákvörðun. En eitt er víst. Samþykki meirihlutinn að veita ríkisstjórninni heimild til að hefja nýju aðlögunarviðræður við Evrópusambandið án þess að nokkuð sé ljóst hvert stefna á, er leið verið að taka fyrsta skrefið og það stærsta í aðild Íslands að ríkjabandalaginu sem kennir sig við Evrópu. Ég þakkast þeim sem lítu, eigi góðar stundir.